Já, 2-0 sigur hérna í dag, þvílík endurkoma eftir að tapa 3-0 í síðasta leik. Hvað gerðu þið öðruvísi? Það var fyrst og fremst bara hugafar sem hefur vantað aðeins upp á og í síðustu 2 leikjum. Þannig að hefur verið svolítið, já, bara aðeins þungt þessi síðustu leikir, en við höfum átt góða viku og farið vel yfir það og bara liðið á hróskilið. Þú veist að vondir tapleikir síðustu 2 og þetta 3 í röð, en það var enginn sem að fór og hendi kuðung í sturtubotnin eða neitt svoleiðis, menn bara stigu upp og ræddu málinn og gerðu betur. Málið er að tapa 3 í röð fyrir leikinn í kvöld. Var þetta bara do or die? Fannst þér þú sitja að pressa á strákana og kom pressa á þig? Hvernig var hugafarið svona fyrir leik? Mér bara engin pressa. Það er bara í rauninni ekki til. Við pælum bara í því sem að þarf að gera og laga og við munum pæla í því eftir þennan leik líka. Og það er margt sem getur gert betur í þessum leik, þannig að það er eitthvað sem við munum reyna að gera fyrir leikinn á móti Kára á miðvikudag. Þeim er að mæta Kára í bikarnum. Hvað finnst þér að geta tekið út úr þessum leik? Fáið alveg færi á okkur en samt náðu einhvern veginn að halda þeim sérstaklega í seinni hálfleik frá því að fá einhver almennileg færi? Já, við þurfum að halda því og menn eru svolítið svona, já, menn eru bara fórna sér aðeins meira. Menn eru að henda sér fyrir hluti og vinna fyrir einhvern annan og það er bara, það er mikið liðsældi í þessum hóp en hún var samt þéttari í dag og það þarf að vera líka á móti Kára á miðvikudag. Taldu liðsældina og gerir 5 breytingar á liðinu fyrir leikinn í dag. Hvað ertu að segja við liðið þegar þú skiptir í hálfu út eftir tapleik? Það er sem ekkert, hluti af þessu var við þurftum að loka ákveðnum hlutum og gerum breytingar tengt því og bara sumir þurfa að stíga upp og gera betur og það er ekkert verið að hengja neitt eða neitt svoleiðis, bara við erum lið og við stöndum saman, þannig að já, ég held að þess að gerum yfirleitt held ég 3 til 4-5 breytingar í leik, en ég var ánægður með menn í dag og líka þeir sem komu inn á bekknum voru frábærir, mikið spirit. Samúel Kári, hver er staðan á honum, ekki hóp í dag? Hann bara stífnaði upp í síðasta leik, fór snemma út af og verður klár á miðvikudag. Takk fyrir ykkur.